Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Nú það svolítið umhverfismálin. Til minni kom Kristín Vala Ragnarsdóttir og Ásgeir Brynjar Thoroddsen. Verið bæði velkomin. Takk. Takk fyrir. Þið eru meðal stofnenda af Wellbeing Economy Alliance á Íslandi, Íslandsdeildinni. Við erum að fara að stofna Íslandsdeild en ég hef verið með þessum alþjóðasamtökum sem settu Wellbeing Economy Alliance á fót árið 2018. Og þá vorum við búin að hittast alveg síðan 2012 til að ræða þessi mál. Fyrst að undirlagi kongsins og forsætisráðherra Bútan. En forsætisráðherrann hafði verið beðinn að koma með þessa hugsun sem þeir eru með í Bútan að vera að leggja áherslu á velsæld eða hamingju fólks í staðinn fyrir bara að hugsa að vera með nógu mikinn hagvöxt. Já, það nefnilega segja ykkur aðeins að fyrir mörgum ára síðan, eða nokkrum ára síðan, þá var Brynhildur Davíðsdóttir sem er með ykkur. Já, hún er með okkur í þessu. Já, þá var ég með viðtalið við hann á Sprengisandi. Já. Og þá sagði hún að hagvöxtur og hagsæld, ef við maður velja þarna á milli, hvort veljum við, Já. Þannig að það er einmitt þetta hagsældin skiptir verulega mikið máli. Og hvað segir hagfræðingur því? Já, ég er með í þessu vegna þess að þetta er búið að vera í raun og veru í umræðinu innan hinnar framsæknu hagfræði alveg frá því í fjármálahruninu þegar ég lendi að byrja í mínu dóttorsnámi og ætlaði að skrifa hús en svo hrundi fjármálakerfi heimsins og ég fór að skrifa banka og þá í raun og veru strax bara 2009 var sett á fót nefnd sem Stiglitz Nóbelsverðlaunahafi og Amartya Sen Nóbelsverðlaunahafi og Fitoussi voru kallaði saman fyrst af Frakklandsforseta og síðan fyrir Evrópusambandið og var síðan gefin út bók í Bandaríkjunum 2010 í raun og veru hvernig er hægt að komast lengra heldur en með hagvaxtarmælikvarðan sem er þessi svokallaða á íslensku verga landsframleiðsla eða GDP sem er mælieiningin á framleiðsluna í hagkerfinu sem þarf alltaf samkvæmt hefðbundnu hagfræðina að vera að vaxa og aukast til þess að við höfum efna á framþróun en allir vita og hafa vitað alveg frá því að þetta var búið til 1950 af Kuznets þessi mæleining sem er bara bókhaldsniðurstaða úr rekstri hagkerfisins að til dæmis stríð sem sprengir niður býr til aukinn hagvöxt þegar þú þarft að byggja nýjar brýr eða endurbyggja. Hagvöxtur eykst eftir heimsfaraldur af því að það þarf að þannig að takmörkin á hagvaxtarmælikvarðan hafa löngum verið þekkt en síðan hefur svona nýfrjálshyggju hagfræðin fókusera svo mikið á þennan hagvöxt og þennan eina mælikvarða og það er raun og veru skapa vandan. Við erum nú nýbúin að fatta þetta síðan hér á landi þegar ný ríkisstjórn tók við og var farið að útvíkka frá því að fá bara hagvöxt sem var síðustu ár hér drifin áfram af innflutningi á fólki og innflutningi á ferðamönnum. En í raun og veru sem nýja ríkisstjórnin er núna að leggja áherslu á hagvöxtur á mann er það sem skiptir máli og hann hefur ekki verið til staðar hér. En þetta er samt byggt á þessum gömlu hugmyndum að bara mæla hagvöxtin. Það sem að velsældar mælikvarðanir sem var farið að þróa þarna með svona inspirasjón frá Bútan sem mælir hamingju íbúana að það fór svona á flug eftir hrunið og var að mótast þannig svona fram til 2016 og OECD til dæmis er núna bara með mjög mikið af efni á sinni vefsíðu og að reyna að finna út hvað eigum að mæla meira heldur en bara þessa efnahagslegu framleiðslu sem að hefur margþætta vanda bæði fyrir fólk fyrir umhverfið og samfélagið. En Kristín Vala, þetta þá takast á eða mætast hagsæld og hagvöxtur?
Sko við tölum velsæld þegar við tökum líka náttúruna með. Vegna þess að þessi venjulegu hagútreikningar, þeir taka ekkit eyðileggingu á náttúrunni eða nýtingu á auðlindum með inn í hagtölurnar. Og þannig að einn af þessum sem var að vinna með þessum hóp sem að ég hef verið í, heitir Robert Costanza, og hann visthagfræðingur, alveg eins og Brynhildur, hún líka visthagfræðingur. Og þá fær náttúran að vera með, ef það eyðileggingur í náttúrunni, þá það dreigi frá hagvextinum. Og þá hefur verið þróaður af hópi visthagfræðingar eitthvað sem að heitir raunverulegur framfarastöðull. Það sem neikvætt, eins og til dæmis að það verið olíuslys, og þá fer mikil maskina í gang og það fer inn í hagvaxtatölurnar, en það þá dregið frá því það neikvætt. Og það sem jákvætt eins og til dæmis að alveg börn eða hugsa gamalmenni innan fjölskyldunar, að það fer ekkert inn í hagtölurnar, en það þá að bæta því inni, þannig að það fær maður svona raunverulegri framfarir fyrir hverja þjóð, og það hefur komið í ljós að þegar þessi raunverulegi framfarastöðlindar borin saman við hagvaxtatölur, að þá auksu þessi tveir svona saman þangað til að í lok 8. áratugarins að þá allt í einu bara fer raunverulegi framfarastöðlindina að bara hægja á sér og núna að verða svona neikvæðari, en hagvaxtatölurnar að fara upp. Þannig að þetta í rauninni mjög óraunverulegur stuðull að vera alltaf að hamra á. En þetta svo mikið verk að reyna að snúa þessu við? Nei, það að velja verk landsframleiðsla sé það eina sem skiptir máli, sem var gert af Sameinuðu þjóðunum upp úr 1950, allir þurfa að skila inn tölum á hverju ári, að þetta manngert, þessi stuðlega manngerður. Þannig að maðurinn getur það bara breytt hver áherslurnar verða, og í sem sagt í velsældarhugsuninni að þá er lögð áhersla á fleiri vísa. Það ekki bara þessi eini vísi sem hagvöxtur. Eins og til dæmis eftir að Ísland fór að vinna með þeim ríkisstjórnum sem hafa tekið til sín þessa hugsun upp úr 2018, að þá fór Katrín Jakobsdóttir í samstarf við forsætisráðherra Nicolas Sturgeon, eða fyrsta ráðherra Skotlands og forsætisráðherra Nýja-Sjálands, Jacinda Ardern, sem sagt 3 konur tóku sig saman og sögðu, nú ætlum við að leggja áherslu á velsæld, og þau stofnuðu sem sagt samtök þjóða fyrir velsældarhagkerfi, eða Wellbeing Economy Governments. Og síðan kom Finnland inn, og líka kona sem forsætisráðherra. Þannig að það voru konur sem allt í einu tókust til að fara að skoða hlutina öðruvísi. Og svo kom Wales inn og Kanada líka, að vísu ekki með konur sem leiðtoga. Því miður engin af þessu leiðtogum ennþá við völd, og engin kona í þessum leiðtogasætum, þar sem þessar 4 konur sóttu. Og það ekkit alveg skipt. En var ekki Katrín svona fulltrú Íslands? Jú, hún var fulltrú Íslands. Nú kona líka. Já, hún kona. Nei, nú í dag. Jú, það að vísu, við erum núna að koma með konu á Íslandi, en ekki í hinum löndunum. Þannig En sko, arfleifin af þessari vinnu, það var náttúrulega ekki einhver ný tala í staðinn fyrir hagvaxtatöluna sem var að skipta út. Heldur var verið að þróa hvernig á að mæla þessa velsæld sem mun flóknara, heldur bara að taka bókhaldsniðurstöðuna á hagnaðinn út úr. Og það Hagstofa Íslands mælir núna 40 mælikvarða. OECD að mæla hvernig mismunandi lönd mæla allt frá
9 upp í 130 held ég, þau sem eru með mest, en þar verið að reyna að vinna í að samræma þetta. Þannig að sko þetta hefur alveg haldið áfram þróunin á þessu víða út heim og bara hér í síðustu viku var Mariana Mazzucato að tala hérna sem var með nýja forsætisráðherranum okkar í varðandi atvinnustefnuna og hún talar bæði well-being economy, velsældar mikilvægið og það að hagvöxtur bara hagvaxtarins vegna sé slæmur, sé ekki góður og ég meina við höfum heldur betur reynsluna af því hér á landi. Sko ekki að taka ykkur að snúa viðhorfum ykkur svona íhaldsamra manna hverna? Já, sko nú eru komnir Katrín Jakobsdóttir settinnefnd sem mér var boðið að vera í árið 2018 og síðan 2019 og þá eru kynntir 39 velsældarvísar fyrir Ísland sem eru félagslegir og umhverfislegir og hagsældarlegir og þessir vísar voru síðan samþykktir af ríkisstjórninni skömmu eftir að COVID skall á árið 2020 og það hefur verið fylgst með þeim síðan af Hagstofunni og til dæmis ef við skoðum félagslegu vísuna að þá eru 4 vísar sem tengjast heilsu, það eru 4 sem tengjast menntun, 5 sem tengjast félagsauði, 3 sem tengjast öryggi og 3 sem tengjast jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Það nú verið að fylgjast með þessu frá félagslegu hliðinni. Síðan eru líka 7 vísar sem tengjast umhverfinu og það eru 14 vísar sem tengjast efnahagskerfinu. Og sko þessi 40 vísar eru svo til hliðar við að það náttúrulega fylgst með vergri landsframleiðslu sem 41. vísarinn. En segðu mér sko, verið að mæla svipaða vísa í öðrum löndum og hvernig, og þá samanburður milli landa? Nei, það nefnilega það sem við komumst að þegar við fórum að skoða þetta, að í einu landi, til dæmis Póllandi, voru 8 vísar en það voru 150 á Nýja-Sjálandi og Ástralíu. Þannig að það endaði með því að við völdum þess að 39 og þráttur við höfum verið með næstum 80 vísa til að byrja með en hvert land hefur valið sér sína eigin vísa og það eru engar svona alþjóðlega leiðbenningar hvaða vísar ættu að vera þannig að það sé hægt að gera samanburð á milli landa en það eru náttúrulega mismunandi samfélagslegar og efnahagslegar og umhverfislegar áskoranir í hverju landi þannig að það er kannski ekki raun sagt að hugsa allir að vera bara með sömu vísana en það væri að mínu mati mjög æskilegt að það væri einhver svona kjarni af kannski 20-30 vísum sem allir væru að mæla. OECD að reyna það, Better Life Index og þeir birta svona mynd af þá með mismunandi litum hvar lönd standa á þessum mismunandi þáttum. Ég meina, einfaldasta skýringin því oft haldið fram að Bandaríkin séu fremra hagkerfi heldur en Evrópa því að þeir séu með meiri hagvöxt. En það bara vegna þess að þeir taka hagvöxt raunar per mann, sem við erum nýbúin að fatta hér að þarf að gera, ekki bara hagvöxt, heldur hagvöxtur per mann skiptir máli. Bandaríkjamenn eru færri en Evrópusambandið og þeir monta sig af því að þeir séu með meiri hagvöxt en Evrópusambandið, jafnvel per mann, en þá kemur í ljós að þú færð bara 2 vikna sumarfrí í Bandaríkjunum en ert með 5 vikna sumarfrí í Evrópu. Þannig að ef þú tekur hagvöxt, þessa galluðu mæleiningu, bara hagvöxtin og deilir niður á vinnustundina, þá Evrópa með meiri hagvöxtur en Bandaríkin per mann og vinnustund. Því þeir ná meiri hagvöxti með því að vera með styttra frí.
Vilt þú flytja þangað til að lífa í landi með meiri hagvöxt og fá þá 2 vikur í sumarfrí í staðan fyrir 5? Þetta er svona einfalda leiðin til að sýna vandan við þetta. Svo kemur margt annað. Það er meiri hagvöxtur þegar það er dýrara heilbrigðiskerfi eins og í Bandaríkjunum. Og svo líka þarna galli á að vera með á mann vegna þess að þú ert með nokkra einstaklingar með risaháar tekjur en svo ertu með stóran meirihluta sem er með litlar tekjur. Þannig að reikna bara á mann það segir okkur voða lítið. Þetta breytist sko upp úr 2016 að þá var farið að tala inclusive growth, semst ekki bara vöxt heldur inngildandi vöxt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, hjá OECD, að því þá var byrjað liðin þessi austerity að samdráttartími eftir fjármálahrunið, skuldsettari ríkissjóðir, byrjaður að birtast vandinn sem af þessum krísum hlaust og nýjar krísur að byrja og þá var byrjað að leggja áherslu á að mæla niður á tekju 10 eða tekju 15. Þannig að allir seðlabankar heims nema, reyndar, ég hef ekki séð almennilega hér á landi ennþá, því við erum stundum svolítið eftir á, og fjármálaráðuneytin birta afleiðingar af öllum sínum afgerðum niður á tekju 10 eða allavega tekju 15, fátækustu eða tekju lægstu 20% og tekju hæstu 20%. Þetta eru svona mæleiningar sem skipta miklu máli að því að eins og Vala var að benda á að meðaltali getur skekkst svo þegar að Bandaríkin er að vera komin með sinn fyrsta triljarðamæring sem að er með það hobby að fara til tunglsins og getur slögt á gervihnöttunum. Það málu fara bara verið þar áfram, takk. Og þarna við höfum verið svolítið fórnarlum þessa meðaltalsvanda hér á landi að því að það hefur í raun og veru verið flutt inn 20% landsmanna núna til að vinna hér að hagvaxtaruppbyggingunni okkar. En þau eru ekki með kosningarétt og þau hafa mælst verð í varðandi bara leigu, allskins vandar af þessu, þannig að það verður að horfa á, hvað segir maður, meira granular, svona fleiri mælikvarða heldur en þennan eina. Þau sem hafa minna umleikis, fara þau betur með umhverfið og náttúruna? Já, sko, vegna þess að tilgangur velsældarhagkerfisins er að tryggja sameiginlega velsæld á heilbrigðri jörðu. Það er að segja að við erum að hugsa velsæld bæði fólks og náttúru. Það er tilgangurinn. Því ég verða þá vitni að því að, þetta er mörg ár síðan tók viðtalið við Brynhildi Davíðsdóttur. Ég maður líka, hún sagði að, það sem náttúran er ein og maðurinn kemur hvergi nærri, það er engin öskuhugar. Já. Akkurat. Og ég meina, Ocean mynd David Attenborough sem hafið sem var frumsýnd í fyrra sýnir að bara á svæðum þar sem er búið að vel ofveiða, ef þú verndar það í 5 ár eða 10 ár þá er það ótrúlega fljót að ná sér á strik. Það er hægt að halda rányrkju mannsins frá og að því að þessi viðburður er í næstu viku þar sem við ætlum að stofna þetta í Norræna húsinu 29. janúar klukkan 3 að þar er auk okkar tveggja og Brynhildar Davíðsdóttur prófessors í umhverfis- og erlendafræði sem varst að nefna, þá er líka Dóra Guðrún frá landlæknisembættinu með erindi og landlæknisembættið í raun og veru fékk svolítið þennan bolta undir lok tímabils Katrínar Jakobsdóttur sem forsætisráðherra og það hafa verið haldnar alltaf í apríl á hverju ári stóra ráðstefnur í Hörpunni velsældarhagkerfið þar sem að hópar af alþjóðlegum bæði fræðimönnum og fólk úr stjórnsýslu annarra landa kemur og hittist. Það voru Alma Möller verið landlæknir. Já, en Dóra Guðrún drifið áfram þar að því að þessi velsældarvísar koma náttúrulega inn á heilsu, þó þessi bara einn þátturinn, það er umhverfið, það er heilsan, en það spila líka saman. En hún var líka þegar hún var í námi í Oxford og það var verið að tala voða mikið velsæld og heilsu og það er hennar sérgrein. Og mér langar aðeins til þess að
tala svolítið meira hérna Wellbeing Economy Alliance vegna þess að í byrjun þegar við settum þetta stopp að þá ákveðum við þurftum bæði að vera með ríkisstjórnir sem myndi taka upp þennan bolta og fara að hugsa á þennan veg sem var síðan Wellbeing Economy Governments eða samband ríkisstjórna velsældarhagkerfi en þetta líka byggja upp grasrótina og svona miðstöðar í hverri borg eða hverju landi þar sem fólk væri að bara velta fyrir sér, þú veist, hvað þýðir velsæld og hvað þýðir fyrir mig og hvernig getur verið mikilvægt fyrir mitt samfélag. Og nú eru komnar svona miðstöðar út allan heim og meðal annars líka á Norðurlöndunum í Danmörku, Svíþjóð og Noregi og þannig að núna ætlum við að stökkva til og stofnast líka miðstöð á Íslandi þar sem að áhugasamir geta svo verið í vinnuhópum til þess að vinna að því sem að þeim finnst vera mikilvægt og svo fáum við líka aðstoð frá alþjóðasamtökunum sem eru mjög hjálpleg með upplýsingar og hvað hefur verið gert í hverju landi og þar með til göttanum. Þannig að það eru semst við 4, ég og Ásgeir Brynjar og Brynhildur Davís og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir frá landlæknisembættinu sem stöndum að þessu en við erum að bjóða öllum sem hafa áhuga að koma og vera með. Til ekki á borðið. Og Norræna húsið hjálpar okkur með að halda utan þetta. Já, þau hafa verið í hún Silja Elvarsdóttir hjá Norræna húsinu. Hún hefur verið að tala við fólk innan Norðurlandana sem eru á þessu svæði og sem og þessi alþjóðasamtök og aðstoða okkur við að koma þessum fundi á koppinn. Og ég meina það er gaman að segja frá því bara að því ég fór með Völu þarna á eina af þessum velsældarráðstöfnum í Hörpunni hitti fyrra í apríl og þar hitti ég bara gamlan félaga minn frá því þegar ég var í dóttorsnámi Dana sem hafði verið líffræðingur en fór í dóttorsnámi í hagfræði og var þá búin að vera að vinna inn að þessar framsæknu hagfræði sem er búin að vera malla út allan heim þó að það hef ekki farið mikið fyrir því hér á landi og svona erfitt að koma því inn í umræðuna en hann er núna búin að vera einn af stofnendunum í þessum velsældarhópi í Danmörku og þau eru komið 5 starfsmenn. Já, ekki bara svona miðstöð, heldur er hann líka búin að setja upp rannsóknar stofnun velsæld og þetta, þegar hann kallaði til stofnfundar að þá var hann alveg hissaði, hann þurfti alltaf að vera að fá stærri og stærri sal en einhver staðar held ég 1500 manns með 1500 manns sem að fyrirtækin hafa áhuga á þessu allstaðar að úr Danmörku sem vildu vera með. En er þetta sjá hvar við stöndum í samaburði við til dæmis bara Norðurlandaþjóðirnar, hvað haldið umhverfisvakning með Írinn annars staðar? Það er kannski smá vonbrigði varðandi áhersluna á þessu frá ríkisstjórnarinnar hálfu þar til í síðustu viku þegar Mariana Mazzucato fór að tala um þetta með Kristrúnu en að því ég satt nú í fjármálaráðinu hana frá 2016 til 2022 og þá voru inn í fjármálaáætlunum alltaf nokkrar síður inn í fjármálaáætlunum velsældarhagkerfið væntanlega komandi frá þessum áherslum Katrínar Jakobsdóttur og þessar alþjóðlegu tengingar sem hún var með. Þannig að maður gæti kannski lesið 6 blaðsíður velsældina og það var verið að koma á fót þessum mælikvörðum sem að Vala var með í að þróa og fá Hagstofuna til að byrja að mæla þetta. Þannig að það er allt til og landlæknisembættið núna með þetta á sínu borði. En þegar ég las fyrstu fjármálaáætlunina hjá nýju ríkisstjórnina þá var ekkert velsældina og ef maður leitaði gegnum allt 300 síðna PDF-skjalið þá var minnst á velsæld 6 sinnum. Orðið semst að ekki 6 blaðsíður heldur niður í orðið 6 sinnum og raunar var það þá í mismunandi köflum, mismunandi ráðuneyta og ekki alveg skýrt jável hvað væri verið að meina með því. Við verðum aðeins að sko passa okkur á því að vera ekki bara að kasta upp einhverjum orðum, sko, velsæld eða hagsæld eða hvað þýða þau? Þú veist, hagvöxtur er alveg skilgreint hugtak, en svo þarf að bæta við hagvöxtur á mann eða hagvöxtur á vinnustund.
velsældar hugtækið á íslensku þýðing á well-being economy sem að orðið núna alveg samþykkt hugtak inni í sko OECD sem heitir efnags- og framfarastofnunin þegar það sagt á Ríkisútvarpinu heitir endar The Rich Nation Think Tank ef þú hlustar á alþjóðlega fjölmiðla en það eru ríku þjóðirnar sem að reka OECD skrifstofan í París sem að þó að reyna að fá alla inn á einhvern svona sameiginlegan framþróunar ás til hérna meiri hávaxtar og þau eru að reyna að mæla þetta, reyna að samræma þetta milli landa, þannig að það svolítið út úr kúa ætla ekki einu sinni að fylgja sko með þegar OECD farið að draga þetta áfram og svo sjáum við náttúrulega allar breytingarna sem að verða í heiminum bæði út af umhverfiskrísunni og öllum hinum krísunum sem kallar hreinlega á að við verðum að Þegar ég skrifaði fyrstu greinina á íslensku sem var í Kjarnanum í desember 2017 þetta hugtak well-being þá með hjálp frænku minnar sem málfræðingur völdum við orðið sæld sældarhagkerfið þannig að það titillinn á greininni vegna þess að orðið velsæld hafi áður verið notað á íslensku fyrir enska orðið prosperity og well-being og prosperity ekki alveg það sama þannig að ég verða að viðurkenna að ég var svolítið spæld þegar ég tapaði fyrir Hagstofunni að við notuðum ekki orðið sældarhagkerfið heldur velsældarhagkerfið á Íslandi en nú þetta orð sem fólk hefur heyrt en það hafði aldrei verið í orðræðinni þangað til árið 2017 En ég nota orðið hagsæld Það gamalt og gróið orð, ég kannaði það einmitt á sínum tíma, ég var að halda einhvern pistilum í RÚV fyrir nokkrum árum og það var í skýrni hérna alveg 1800 eitthvað og miðaði bara við veður og uppskeru hérna grassprettu og í mismunandi löndum það komur svona hérna annálar Ég ristur heimi best svo ekki mána ég finni eitthvað fortíðinni með mér en hagsæld getur kannski bara verið svona yfirhugtak held ég til þess að hvað sé að færa okkur frá hagvaxtar fókusnum af því að ef að sko ekki bara allir hagfræðingarnir heldur jáfnvel allt fólki í landinu trúir því að það sé hagvöxturinn sem færi okkur allt það sem við þurfum og betra líf að þá eru við þá verðum við að horfa allavega bara 10 ár tilbaka og hvað hefur allir þessi hagvöxtur fært okkur hérna Því allir sem nálgast þetta á allt annan hátt heldur til þess landvernd gerir eða það ekki? Jú sko í rauninni þetta ekki umhverfis hérna, þetta ekki umhverfis grasrótarhópur heldur hópur sem að vill að við höldum við öllum lífsgæðum bæði í náttúrunni og hjá fólki og það verði meiri vegna þess að á ónýtir jörð þá eru náttúrulega engin hagvöxtur eða ekkert hagkerfi. Þannig að við megum ekki alltaf gleyma náttúrunni og nú mjög mikil ásókn í íslenska náttúru sem að ég myndi gjarna vilja koma að tala hérna seinna en það á bara að fara byggja baðlón í hverju reppi og alveg við hérna landamæri þjóðgarða og setja vindmyllur upp á annarkvörn ás á Íslandi og þar mötugötunum. Það náttúrulega gengur ekki. Þarna hagvaxtarsókn og hagnaðarsókn fyrirtæki annars vegar og hagvaxtarsókn þá efnahagsstýringarinnar. En aftur, ef maður má vísa í söguna, við hefðum getað hámarka hagvöxtin okkar á örfáum árum eða einu ári bara með því að skópla upp öllum þorskinum úr hafinu. Þá hefur komið rosa mikil hagvöxtur í 1 ár og svo
hefði verið svolítið vesen árið eftir ef við höfum, þannig að við þó gátum sett stýringu á það, en við erum ekki alveg að ráða við að setja stýringu samkvæmt rammaáætlunum orkunýtinguna eða samkvæmt umhverfismálunum varðandi náttúrugæðin í samspil við ferðaðina, en þetta eru allt dæmi einmitt, af hverju fjölþættari mælikvarðar eru mikilvægir og af hverju það þarf að vera ákveðið bæði úr grasrótinu upp á við, hvað það sem fólk vill og hefur áherslu á og síðan í stefnumörkunum ofanfrá, en það getur ekki verið einstrengislegt eða bara við þurfum meiri hagvöxt og þá munum við geta haft efni á velferðar ríkinu á Íslandi. Nei, en við náttúrulega sem þjóð, við náttúrulega eru náttúru auðlinda knúin, náttúrulega hafið og landið og vatnið og heita vatnið og fiskurinn og við eigum mjög margar auðlindir. En það gæti verið að einhver kall hérna vestan við okkur komi bara og taki það ef hann áliti sig hérna þurfa á því að halda. Já, það er möguleiki. En við náttúrulega, ef maður bætir við sjálfbærni hugsunar hættunum, svo ég fari nú ekki inn í hérna stríðsástandið, að við eigum auðlindirnar sem þjóð saman og okkur ber skylda til samkvæmt bæði bara skynsamlegri hugsun en líka samkvæmt sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna að skila landinu okkar eins og jörðinu okkar til komandi kynslóða ekki í verra ástandi heldur en við tókum við frekar í betra. Og það kallar aftur á að hagvaxtar traktorinn fá ekki að drulla áfram yfir engið og skemma bæði akurinn og blóminn og hérna fuglana og allt sem þar. Þú veist, það verður að vera stýring og hún verður að byggjast á fjölþættum mælikvörðum en ekki bara hámörkun hagvaxtarins. Já, okkur vantar svona meiri þverfaglega hugsun í samfélagið. Því að menntakerfið okkar voða mikið ennþá í sílóum. Það eins og hagfræðingar læra ekkert hérna hvernig auðlindis myndast eða hvað mikið til að þeim. Það læri ég sem jarðfræðingur. Þannig að, en ég lærði hins vegar enga hagfræði. Nei. En þannig að ég hef lagt alveg gífurlega vinnu í það í síðastlegin 10 ár pluss að reyna að skilja hvernig hagkerfi virkar. Sem kemur svo út í bók sem við vorum að skrifa saman. En við komum að tala hana þegar hún kemur út í apríl. Það er bara svona. Heyrðu, en ég þakka ykkur mikið vel fyrir kona. Ásgeir Brynjar og Kristín Vala. Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.